Ný tjörn hefur myndast skammt frá Hellisheiðarvirkjun. Talsmaður Orkuveitunnar fullyrðir þó að vatnið í tjörninni komi ekki frá virkjuninni, það eigi sér náttúrulegar skýringar. Tjörnin aðeins steinsnar frá Hellisheiðarvirkjun og ljóst að ekki langt síðan hún myndaðist. Á þessari loftmyndarsvæðinu má sjá aðeins eina tjörn, svo nefnda Draugatjörn, en á þessari mynd sem Ómar Ragnarsson tók þegar hann flaug yfir svæðið fyrir skömmu, má sjá að tjarnirnar eru orðnar tvær. Nýja tjörnin fjær á myndinni en sú eldri, Draugatjörn, nær. Vatnið sem myndar nýju tjörnina rennur í læk meðfram veginum að virkjuninni. Vatnið í tjörninni volt. Eitt af skilyrðunum fyrir starfsleyfi Hellisheiðarvirkjunar að öllu vatni sem notað í virkjuninni sé dælt aftur niður í jörðina. Þetta gert til að affallsvatnið mengi ekki grunnvatn á svæðinu. Einar Gunnlaugsson, deildarstjóri rannsókna hjá Orkuveitu Reykjavíkur, sagði í samtali við Fréttastofu í dag að vatni sem myndar nýju tjörnina kom hins vegar ekki frá Hellisheiðarvirkjun. Líklega væri leysingavatn að ræða eða þá vatn frá heitum uppsprettum í Sleggjubeinsdal fyrir ofan virkjunina. Elsa Ingjaldsdóttir, framkvæmdastjóri Heilbrigðiseftirlits Suðurlands, sem hefur eftirlit með virkjuninni, hafði ekki heyrt málið þegar Fréttastofa talaði við hann í dag. Vatnið sem myndar nýja tjörn við Hellisheiðarvirkjun kemur að stórum hluta frá borholu við virkjunina. Þetta þvert á þær upplýsingar sem bárust frá Orkuveitunni í síðustu viku. Nú segir Orkuveitan vatnið stafa frá tilraunaverkefni. Ný tjörn hefur myndast skammt frá Hellisheiðarvirkjun. Þær upplýsingar fengust hjá Orkuveitu Reykjavíkur í síðustu viku að vatnið sem myndar tjörnina komi ekki frá Hellisheiðarvirkjun. Líklega væri leysingavatn að ræða eða þá vatn frá heitum uppsprettum í Sleggjubeinsdal. Ómar Ragnarsson hefur skoðað málið undanfarna daga bæði úr lofti og á landi. Fréttastofa fór á vettvang með Ómar í dag og kom þá í ljós að stór hluti vatnsins sem myndar tjörnina kemur frá þessari borholu Orkuveitunnar í Sleggjubeinsdal. Svo labbar hann niður með þessum læk og þá kemur annar lækur í hann úr hinu borsvæðinu hérna fyrir neðan og þá tvöfaldast þetta heita vatn. Svo eini lækur sem við finnum úr Húsmúla sem venjulegur bergvatnslækur og þar sem að hann mætir þessum að þá sérðu alveg munin. Annar ískaldur og lítill, hinn þessi hér og hann volgur og það útfellingar. Svo fer þetta niður í tjarnirnar og það ekki hægt að þræta fyrir þetta. Mín spurning bara þessi, hvernig stendur á því að fáum svona litlar upplýsingar og þær litlu upplýsingar sem við fáum séu rangar. Nú fáum þær upplýsingar í síðustu viku að vatnið sem í þessum tjörnum komi ekki frá Hellisheiðarvirkjun en það ljóst að það kemur að hluta til það, ekki satt? Vatnið að koma frá blásandi borholu sem inni í Sleggjubeinsgarði og þetta hóla sem við erum að nýta núna tímabundið í tilraunaverkefni. Það sem við erum að fara að dæla niður brennslisvetni, niður í berglög og athuga hvort að það myndi bindast þar sem steind aldur og ævi. Í starfsleyfi virkjunar gert að skilyrði að það sé dælt niður öllu vatni og myndist ekki tjarnir. Þetta ekki ósamræmi við starfsleyfi. Hafið einhver áhyggjur af að þetta mengi grunnvatn alltaf? Engar áhyggjur af því. Elsa Ingjaldsdóttir, framkvæmdastjóri Heilbrigðiseftirlits Suðurlands sem hefur eftirlit með Hellisheiðarvirkjun, sagði í samtali við Fréttastofu í dag að málið hafi verið skoðað í gær. Elsa segir að í kjölfar þeirrar skoðunar hafi verið ákveðið að aðhafast ekkert hvað starfsleyfi virkjunarinnar varðar.